En nú ætlum við að rölta gömlu Reykjavík í fylgd með Guðjóni Friðrikssyni, nánar tiltekið Grjótaþorpið eins og áður sagði, sem hefur verið kallað fyrsta úthverfi borgarinnar. Við erum stödd á Túngötunni í Reykjavík sem liggur frá miðbænum og upp á Landakotshæðina. Hérna sunnanmegin götunnar röð af myndarlegum steinhúsum, en norðanmegin dálítið annað upp á teningnum. Þar útjaðurinn á dálitlu hverfi, Grjótaþorpinu, sem eitt hið sérstæðasta í Reykjavík. Við skulum smeygja okkur inn á milli tveggja húsa og vita hvað við sjáum. Timburhúsið sem sést hér næst var reist árið 1874 en steinhúsið til vinstri handar árið 1915. Bæði tilheyra sömu lóð í upphafi og voru byggð af sömu ættinni, hið fyrra af Lárusi Sveinbjörnssyni yfirdómara, hið síðara af Guðmundi Sveinbjörnssyni skrifstofustjóra syni hans. Og nú skyndilega eins og okkur sé svift í annan heim. Hérna kúrir dálítið hverfi eða þorp uppi í brekku fyrir ofan miðbæinn með þröngum steinlögðum götum sem hlykkjast og bylgjast hverfið. Lengi var Grjótaþorpið í töluverðri niðurníðslu en nú hefur verið ákveðið að þessi þokkafulla byggð fái að standa áfram. Gömlu húsin sem enn standa hafa verið gerð upp eitt af öðru. Hvernig stendur þá þessi nafni, Grjótaþorp? Við skulum líta aðeins á mynd af Reykjavík eins og hún talin hafa litið út árið 1786 þegar hún fékk kaupstaðarréttindi. Hér aðeins ein gata í Reykjavík, aðalstræti með timburhúsum báðum megin götunar og kirkjunni sem stóð þar sem nú svokallaður bæjarfógetagarður. Þar mun gamli Reykjavíkurbærinn, bær Ingólfs Arnarssonar, hafa staðið beint á móti. Í brekkunum fyrir ofan aðeins eitt hús, torfbær sem gömul hjálega frá Reykjavíkurbænum. Þessi torfbær heitir Grjóti og af honum dregur allt þorpið nafn sitt. Þetta Grjótaþorpið árið 1887. Enn dálítið eftir af gömlu torfbæjunum en ný timburhús farin að setja mestan svip á þorpið. Við skulum nú hefja göngu okkar hverfið. Þessi litli vinalegi garður hérna, þar sem áður stóð Finnboðabær og Thomsins systrahús, ágætur staður til að byrja á. Við rekum strax augun í minnismerki sem hér tónskáldið Sigvalda Kaldalóns. En hvernig skyldi standa á því á þessum stað? Við fáum skýringu á því með því að ganga aðeins upp Grjótagötuna og inn á Garðastræti. Hér kemur skýringin. Þetta ósjálega hús sem lítur út eins og hvert annað skúrræksni leynir á sér ef aðir gá. Það hluti af gamla vaktarabænum sem stóð vestast í Grjótabæjarþyrpingunni efst við Grjótagötuna. Upphaflega var þetta skemma að húsabaki torfbæjarins og hún trúlega frá fyrir hluta 19. aldar. 1880 lét Stefán nokkur Egilsson breyta skemmunni í pínulítið íbúðarhús og flutti inn ásamt fjölskyldu sinni. Kona hans hét Sesselja Sigvaldadóttir, mikill kvenskorungur og var framarlega í hjálpræðishernum. Það þó kannski fyrst og fremst nafn svona þeirra sem lifir enn þann dag í dag. Þeir voru Snæbjörn Stefánsson, togaraskipstjóri, Eggert Stefánsson, heimssöngvari, fyrirmyndin að Garðari Hólmi í Brekkukotsannál Halldórs Laxness og Sigvaldi Kaldalóns, læknir og tónskáld. Sigvaldi Kaldalóns fæddist í þessu húsi árið 1881.
og er því engin tilviljun að minnisvarði hans í Grjótaþorpinu. Við skulum svipast betur í Grjótabæjarþyrpingunni efst í Grjótagötu. Efst við hornið á Grjótagötu stendur húsið Garðastræti 25 á lóð gamla vaktarabæjarins í Grjóta. Eins og sjá má er nýbúið að gera það upp. Þetta er Borgþórshús sem reist var árið 1894. Upp úr aldamótum 1900 bjuggu hér árabil hjónin Borgþór Jósefsson bæjargjaldkeri og Stefanía Guðmundsdóttir leikkona. Eins og flestum er kunnugt var Stefanía helsta prímadonna reykvísks leikhús á fyrsta fjórðungi 20. aldar. Það er því skemmtileg tilviljun að fyrir nokkrum árum var flutt hús á lóðina á móti sem einnig kemur mjög við sögu íslenskra leiklistar. Hérna beint á móti Borgþórshúsi stendur húsi númer 11 við Grjótagötu. En það var flutt hingað 1992 en hafði áður staðið frá 1880 að Tjarnargötu 3C. Margir muna eftir því sem litla rauða húsinu bak við Alþingishúsið þar sem AA-fundir voru haldnir árabil. Frægastur íbúi hússins á fyrri tíð var Indriði Einarsson leikritaskáld sem bjó í því ásamt fjölskyldu sinni frá 1887 til dauðadags 1939. Indriði hefur verið kallaður faðir Þjóðleikhússins og dóttir hans, Guðrún Indriðadóttir, var ein skærasta stjarnan í Iðnó við hlið Stefaníu Guðmundsdóttur. Það er því vel við hæfi að hús þessara tveggja prímadonna á öndverðri 19. öld skuli kallast á efst í Grjótagötunni. Nú eru gömlu torfbæirnir í Grjótaþorpi löngu horfnir. Þeir síðustu hurfu aldamóti 1900. En nöfn þeirra lifa ennþá. Þetta gamla timburhús í Grjótagötu 14 ber ennþá nafni Grjóti. En það var reist á rústónum af einum af gömlu Grjótabæjunum árið 1896. Það var Bjarni Jónsson snikkari sem reisti þetta hús og fleiri hér í nágrenninu og hafði hér höfuðstöðvar sínar. Bjarni reisti 100 timburhús í Reykjavík og frægast þeirra er Bjarnaborg við Hverfisgötu sem ber nafn hans. Smíðahús Bjarna var þetta hús númer 12 sem heitir Hóll eins og stendur á því, en þar var áður einn af Grjótabæjunum sem ýmist var nefndur Hóll eða Kófið. Margt minnir á gamla tíman þegar inn er komið. Sjáu þetta fornlega loft með panelþiljum. Það er eins og manni sé kippt tilbaka 100 ár. Þekktasti íbúi hússins á síðari tímum er vafalaust Laufey Jakobsdóttir sem kölluð var amman í Grjótaþorpinu. Hún tók að sér að sinna drukknum unglingum í miðbænum á 8. og 9. tug 20. aldar og áttu þeir sem illa voru á sig komnir athvarf hjá henni hvenar sólarhring sem var. Og hér kemur Laufey reyndar gangandi á sínar gömlu slóðir. Neðar við Grjótagötuna eru líka nokkur timburhús, til dæmis 2 falleg hús á vinstri hönd. Hið efra var fyrir nokkrum árum flutt hingað af öðrum stað norðar í þorpinu, en við skulum líta á hið neðra. Við erum hér stödd við Grjótagötu 4 sem hvílir hljóðlátt og virðulegt umvafið laufkrónum silfureinis eins og dálítið utan við ís og þys miðbæjarins. Það er reist árið 1896 af snilldarsmiðnum Einari J. Pálssyni sem einnig reisti Iðnó og gamla iðnskólahúsi við Lækjagötu. Við höfum áður minnst á tónskáld, rithöfunda og prímadonnur á leiksviði en þetta hús kemur einkum við sögu myndlistar. Þar var Stefán Eiríksson myndskeri með verkstæði áratugi og kendi mörgum upprennandi myndlistarmönnum dráttlist og útskurð. Mörg hús eru horfin úr Grjótagötunni. Hér hefur staðið skemma og skilið eftir sig þetta far þegar hún var rifin. Frá
Frá húsi Stefáns myndskera er hægt að smeygja sér yfir í Bröttugötu sem stundum var kölluð Rósugata á síðustu öld. Á vinstri hönd eru virðuleg Sveitserhús frá því aldamótin 1900. Neðra húsið reisti Helgi Sóauka kaupmaður, en það efra Matthías Matthísen skósmiður. Þetta er Brattagata 6 sem reist var 1907 af Önnu Breiðfjörð, ekkju Valgarðs Breiðfjörðs í Fjallakettinum. Já, Fjallakötturinn, hann er nú illu heilli horfinn. Það var mikið húsbátt, eiginlega miðja Grjótaþorps. Hann stóð þar sem þessi nýbygging er núna, en var rifinn á árunum 1983 til 1984 þrátt fyrir mikla baráttu húsfriðina fólks gegn niðurrifinu. En hvað var þá eiginlega Fjallakötturinn? Upphaflega var heitið uppnefni á leikhússal sem Valgarður Breiðfjörð lét reisa 1892. Andstæðingar hans töldu húsið hið mesta rófatildur og uppnefndu það Fjallakött, en svo voru músagildrur kallaðar. Inni í miðjunni var afar sérstætt húsport með glerþaki yfir. Í aftasta hluta húsins var svo leikhússalurinn. Salnum í Fjallakettunum var breytt í bíósal árið 1906 þegar reglulegar kvikmyndasýningar hófust í Reykjavík. Bíóið hét fyrst Reykjavíks Bíógrafteater, en því var síðan breytt í Gamla bíó þegar nýja bíó kom til sögu. Þegar Fjallakötturinn var rifinn 1983 var hann talinn elsti varðveitti bíósalur í veröldinni. Mjóstræti heitir gatan sem gengur þvert á aðrar götur í miðju Grjótaþorpsins. Syðst í strætinu er þetta fallega timburhús sem heitir Hákonarbær og er 100 ára gamalt og erfði nafn af torfbæ sem þar stóð áður. Þar bjó sama fólkið í nær 2 aldir. Litla húsið við hliðina er upphaflega skemma frá Hákonarbæ, líklega reist árið 1852, en hefur nú lengi verið íbúðarhús. Húsið sem er mest áberandi í Mjóstræti er vinaminni sem á sér merka og viðburðaríka sögu. Þetta reisulega hús var reist hér í miðju Grjótaþorpinu árið 1885 þar sem áður stóð torfbærinn Brekkubær. Í honum ólst upp Sigríður Einarsdóttir. Hana var ortur húsgangur sem hvert einasta mannsbarn í Reykjavík kunni. Hann var svona: Sigríður dóttir hjóna í Brekkubæ, sú kann að gera skóna, haha, hahæ. Eintómar rosa bullur, haha, hahæ, alltaf er bensi fullur í Brekkubæ. Sigríður giftist Eiríki Magnúsinni bókaverði í Cambridge á Englandi. Hún ákvað að stofna kvennaskóla í Reykjavík og efndi til fjársöfnunar á Bretlandi, gaf út áróðuspjesa og þar kemur fram að meðal verndara fyrirtækisins voru sjálfur Danakonungur og prinsessan af Wales. Nægilega mikið fé safnaðist til þess að skólinn sem kallaður var vinaminni, High School for Girls, reis af grunni árið 1885 á gömlu Brekkubæjarlóðinni í Grjótaþorpi. Hér í þessum húsakynnum var svo kvennaskólinn settur á stofn en ekki þó fyrr en 1890 og hann var aðeins starfræktur í 2 vetur en var þá að hætta vegna fjárskorts. Sigríður leigði eftir það húsið til einstaklinga, félaga og fyrirtækja og á húsið sér merka sögu. 2 skólar, Verslunarskóli Íslands og Iðnskólinn í Reykjavík, hófu til dæmis göngu sína í þessu húsi. Í þessum stóru og rúmgóðu stofum bjó Ásgrímur Jónsson og hér hélt hann vorsýningar á myndum sínum. Og einmitt hérna málaði hann stóru Heklumyndina. Hann var leigjandi frú Sigríðar í Cambridge og sagt var að hann borgaði leiguna í myndum. Aldamótin bjó hér líka eitt ríkasti maður landsins, Jón Vídalín, umboðsmaður kaupfélagana, og hélt hér stórkostlegar kampavínsveislur. Það sem sagt var að hann sneri alþingismönnum gegn svokallari valtísku. Þá var þetta ort:
Í vinaminni Vítalín valdsmenn kannað dorga, veitir klára kampavín en kaupfélögin borga. Hérna lagði Vítalín rauðan dreigil út á götuna þegar hann hélt veislur sínar. Og kotungarnir úr nágrenninu stóðu álengdar og fylgdust með. Einar Benediktsson skáld kemur líka við sögu vinaminnis. Hann opnaði þar lögfræði skrifstofu árið 1894 og hélt henni allt til ársins 1907. Og í vinaminni örðu mörg af hans þekktu kvæðum til. Og þar voru skrifstofur dagskrár fyrsta dagblaðs á Íslandi. Stúdentafélag Reykjavíkur hafði ákveðið að gangast fyrir þjóðhátíð á Rauðarártúni við Reykjavík 2. ágúst 1897. Bjarni Jónsson frá Vogi var formaður þjóðhátíðarnefndar og hann fór þess á leit við Einar að hann orti kvæði fyrir minni Reykjavíkur af þessu tilefni. Það var umtalað milli þeirra að Bjarni kæmi í vinaminni að morgni sunnudagsins 1. ágúst, daginn fyrir þjóðhátíð, og sækti kvæðið. Hann kom á tilsettum tíma en greip í tómt. Einar var þá farinn ríðandi til Þingvalla. Bjarni mætir aftur kvöldið og kom þá að Einari þar sem hann sat steinsofandi í stól, nýkominn frá Þingvöllum og slopp fullur. Bjarni hristi skáldið til að minna það á kvæðið en fékk ófögur orð framan í sig en ekkert kvæði. Kvæðið ekki tilbúið heldur að komdu segja það. Þetta mjög mikilvægt kvæði, ég verð að fá. Eftir dálitla orðasennu lofaði Einar þó að kvæðið skildi tilbúið miðnætti. Miðnætti skeiðaði Bjarni þungbúinn inn í vinaminni og kom enn að Einari sofandi og vakti hann. Hann tilkynnti honum að hann myndi greina þjóðhátíðarnefndinni frá því hvernig sakir stæðu og birta síðan tilkynningu í blöðum hvernig á því stæði að ekki væri flutt minni höfuðstaðarins á þjóðhátíð. Komdu aftur klukkan 5 og haltu kjafti á meðan, svaraði Einar þá. Bjarni skellti á eftir sér í bræði en kom þó stundvíslega klukkan 5 morguninn. Þá var kvæðið tilbúið sem hefst á þessari ljóðlínu. Þar fornar súlur flutu á land við Fjarðasund og Eyjaband þeir reistu Reykjavík. Þar fornar súlur flutu á land við Fjarðasund. Einar Benediktsson kemur reyndar víða við sögu í Grjótaþorpinu. Öllum að óvörum keypti hann stórhýsið Glasgow við Vesturgötu árið 1895. Og þetta hús, sem talið var stærsta hús landsins, stóð einmitt á auðasvæðinu fyrir aftan mig. Einar Benediktsson gifti sig Valgerði Zoëga árið 1899, en hann seldi síðan húsið 1902 og árið síðar brann það til kaldra kola. Við skulum ganga aðeins lengra og líta á Aberdeen sem stóð við endan á Glasgow. Þetta hús reisti Einar hins vegar 1896 meðan hann átti Glasgow og var þá mikill völlur á skáldinu. Og enn eitt hús kemur við sögu Einars Benediktssonar í Grjótaþorpi. Það var löngu síðar og ekki eins mikill völlur á honum þá. Hérna beint á móti vinaminni er steinhlaðið hús sem reist var árið 1915. Það var löngum kallað Akta því að þar var lengi prentsmiðjan Akta. Árið 1930 bjó hér hins vegar uppi á efstu hæð kona sem lifði af saumaskap. Hún hét Hlín Jónsson. Þá var illa komið fyrir skáldinu Einari Benediktsinni sem var orðinn hálf 70. Hann var nánast heimilislaus og ráfaði oft drukkin og einmana götur Reykjavíkur. Þá var það sem Hlín Jónsson tók skáldið að sér. Hann satt oft daglangt hjá henni hérna uppi á efstu hæðinni í þessu húsi. Einar var mikill áhugamaður að Ísland ætti rétt til Grænlands sem gamalla nýlendu sinnar. Eitt sinn var efnt til veislu honum til heiðus hérna heima hjá Hlín.
Af því tilefni bakaði Bridde bakari stóra tertu sem var eins og Grænland í laginu og tyllti danska fánanum ofan á. Sá fáni var síðan tekinn af tertunni Grænlandi með táknrænum hætti og sá íslenski settur á Grænland í staðinn og síðan var Grænland getið. Bridde bakari bakaði á Hverfisgötunni en hér reyndar gamalt bakari á horni Mjóstrætis og Fischersunds. Fyrir nokkrum árum var þetta hús sem heitir Norska bakaríið komið í mikla niðurníðslu og nelt fyrir alla glugga. Þá keyptu það Þráinn Bertelsson kvikmyndagerðarmaður og kona hans Sólveig Eggertsdóttir myndlistarmaður og gerðu það upp eftir kúnstarinnareglum í upprunalegum stíl. Eins og sjá má þetta timburhús svolítið í stíl við dönsku steinhúsin sem risu á Íslandi á 18. öld, svo sem Viðeyjarstofu, Bessastaðastofu og Nesstofu. Í kjallaranum var sjálft bakaríið og hvítölsgerð en á hæðinni var íbúð bakarans. Bakarinn sem reisti húsið hét Jensen. Aðeins eitt bakari var fyrir í höfuðstaðnum þegar Norska bakarí tók til starfa, Bennums bakarí. Þannig að með tilkomin þessa hófst samkeppni í bakstri í höfuðstaðnum. Hér einmitt mynd af bakaranum og starfsliði hans fyrir framan húsið. Fyrir neðan Norska bakaríið þetta hús sem einu sinni var sölubúð Norska bakarísins. Þar nú aðsetur sögufélagsins sem að verða 100 ára gamalt og því vel við hæfi að það hafi aðsetur hér í Grjótaþorpinu. Það grjótþyrpingurinn Ragnheiður Þorláksdóttir sem hér ræður ríkjum og til hennar gott að koma. Oftar en ekki viðskiptavinum boðið upp á kaffi og kandís og hér notalegt andrúmsloft. Ragnheiður hefur ekki lagt svo lítið af mörkum til varðveislu Grjótaþorps. Árið 1980 festi hún kaup á litlu steinhúsi. Húsið hefur ekki alltaf verið svona fallegt. Við skulum líta aðeins á myndir af því eins og það leit út þegar Ragnheiður keypti það árið 1980. Nú húsið hreint augnayndi, enda hefur það fengið verðlaun frá Reykjavíkurborg. Það heitir Hákot, en tómthúsmaðurinn Jón Þórðarson reisti það úr tilhögnum steini árið 1893. Áður hafði hann búið í samnefndum torfbæ á sömu lóð. Við skulum fá að líta aðeins inn hjá Ragnheiði. Jón Þórðarson sem reisti þetta hús var merkur maður í sögu Reykjavíkur þó að fáir kannist við nafn hans nú. Hann satt í bæjarstjórn sem fulltrúi tómthúsmanna. Þá var það enn til siðs að skjöl voru lögð fyrir bæjarstjórn á dönsku og umræður fóru jafnvel fram á sama máli, enda flestir bæjarfulltrúar danskir eða hálfdanskir embættismenn, kaupmenn og faktorar. Svo var það eitt góðan veður dag að Jóni Þórðarsinni var nóg boðið. Hann lýsti yfir því að hann kynni ekki dönsku og krafðist þess að umræður færu fram á íslensku og öll skjöl sem lögð væru fram yrðu einnig á íslensku. Hann náði þessu fram og síðan hefur verið töluð íslenska í bæjarstjórn Reykjavíkur. Á dögum Jóns Þórðarssonar voru göturnar í Grjótaþorpi aðeins örmjóir moldarstígar eða tróðningar sem hlykkjuðust milli húsa. Einn af þessum gömlu stígum ennþá til og einstakur í Reykjavík. Það þetta mjóa sund sem liggur frá Mjóstræti og upp að Unuhúsi, einu frægasta húsinu í Grjótaþorpi. Og þessi stígur líklega frægastur allra stíga í íslenskri bókmenntasögu því að hann kemur fyrir í ótal frásögnum og bókum. Það var einmitt hér sem skáldiði Stefán frá Hvítadal lagði stúlkuna upp að girðingunni og svipti upp hana pilsum eins og frægt Og þetta Unuhús.
Það var byggt árið 1896 af Guðmundi Jónsinni lyfjasveini. Hann féll fljótlega frá og þá tók ekki hans Una Gísladóttir við húsráðum og eftir hennar dag sonur þeirra Erlendur í Unuhúsi. Þau Una og Erlendur hafa verið mærð í bókum manna á borð við Þórberg Þórðarsson og Halldór Laxness og hafa fengið á sig blæ helgimynda. Unuhús var athvarf þeirra sem átt undir högg að sækja í þjóðfélaginu, í því var lifað eins konar bóheimlífi. Erlendur í Unuhúsi var með sítt skegg og hár sem var afar óvenjulegt í þann tíma, enda kölluðu börnin í nágrenninu hann Jesúmanninn. Vinir hans tóku þetta upp og kölluðu hann Súsa, sem var stytting úr Jesús. Í Unuhúsi var skáldið Stefán frá Hvítadal viðlóðandi eftir 1906. Síðar bættust í hópinn Þórbergur Þórðarsson, Halldór Laxness, Guðmundur Hagalín, Steinn Steinar og margir fleiri. Erlendur í Unuhúsi var einkavinur þeirra allra. Þegar kom fram 1940 urðu þau Nína Tryggvadóttir og Þorvaldur Skúlason eins konar hirðmálarar Unuhús. Stígurinn upp að Unuhúsi gæti margt sagt ef hann fengi að tala. Halldór Kiljan Laxness orti reyndar heilt kvæðumann. Upp þetta dimma sund þar lá mín leið margt liðið kvöld og sæ ég ljós þá var sem vanda og neyð væri nú lyft af heilli öld. Hér beið mín eftir amstur dags og önn eða utan för, sú fylling vona fæstum verður sönn að fá af vini örugg svör. Svo létti vafa og öllum ugg af þér sem átt þar hlé, hver þögn fær óm, hvert orð ber epli í sér, ymur hið forna söngna tré. Þar drífa guðir og gamlir prestar inn og gyðjur lands, afbrotamenn og börn fá bolla sinn af besta vini sérhvers manns. Og Steinar Steinn sem ljóðin las mér fyrr, án lífsfögnuðs, kom handkaldur upp sundið, drap á dyr og drakk úr kaffibolla guðs. Ó mildu vitru augu, augna hnoss, umliðna stund, þess ljós brann, sjá ennþá lýsirðu oss upp þetta dimma sund.